Við ætlum að lofa Guð saman í dag. Amen. Amen. Brjóta múra brott og risa fellum kort.
set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, his life is destined. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. I believe in the hope of heaven. He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, ears have heard or eyes have seen. I believe that a day is come. He's returning to claim his bride. Light the altar, keep it burning. See the Lamb who rose a roaring lion. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. In Jesus' mighty name, I believe. Amen. Velkomin í hús Guðs í dag í veginn. Gott að sjá okkur í dag. Eru þið þreytt í dag? Var erfiður dagur í gær eða? Ha? Er ekki gott að vera komin saman í hús Guðs? Og það sem andi Guðs þar frelsi. Við erum frjáls í dag til þess að lofa hann. Þannig við erum frjáls eða við erum dansa, lyfta upp höndum, lofum hann í dag. Við erum frjáls í lofgjörð okkar til hans í dag. Amen. Hvað eru margir sem voru hér í gær? Það var alveg áttum yndislega stund í gær, ótrúlega gaman. Unglingarnir okkar, það var fullt eldhús af unglingum. Það var ótrúlegt að sjá. Fullt eldhús af unglingum bakandi pítsur ofan í það sem komið hér í gær í pítsuveislu. Ég held að við bakaði yfir 50 pítsur
Það var ótrúlega gaman, ótrúlega góða pítsu, þau lögðu svo mikið á sig. Þau, þú veist, degi var gert frá grunni, það var gert spes, hveiti og hvað þetta heitir allt, gerðar kúlur og þetta var flatt út hérna og bakað og með alls konar áleggi og það var eitthvað fyrir alla, ótrúlega gaman. Svo beint í framhaldinu var friðarbíó hérna með bíó og það var yfir 60 manns hér í gær að horfa á bíó. Þetta var alveg ótrúlega góð stund og gaman. Þannig að þið mæti næst. Herðu, ég vil aðeins fá að tala bænina. Á þriðjudögum klukkan 6 þá er alltaf bænastund hér. Opin öllum, þar sem við komum og við biðjum saman, við biðjum fyrir kirkjunni, við biðjum fyrir þjóðin okkar, fyrir ráðamönnum, fyrir unglingunum okkar, unga fólkinu, skólunum. Við biðjum saman og við trúum því að Guð hann heyrir bænir okkar. Það segir í Efesusbréfinu 7. kafla vers 18 að við eigum að biðja á hverri tíð í anda. Og svo segir og verið stöðug í bæn fyrir öllum heilugum. Að við eigum að biðja á hverri tíð í anda. Stöðuglega. Við höfum að vera tilbúin til að biðja í dag, við höfum að vera tilbúin til að biðja á morgun, við höfum að vera tilbúin til þess að biðja alla daga og vera stöðug í bæninni. Amen. Svo segir í Postulasögunni, 4. kafla og vers 31. Þegar menn höfðu beðist fyrir, af því að þeir voru samankomnir, þegar menn höfðu beðist fyrir, hrærðist staðurinn þar sem þeir voru samankomnir. Og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. Það var þegar þau komu saman og þegar þau báðu saman. Þá hrærðist staðurinn. Svo Postulasagan, 12. kafli og vers 4. Þegar Herodes hafði handtekið Pétur, lét hann setja hann í fangelsi og fól 4 hermanna varðflokkum að gæta hans. Hugsa ykkur, það voru 16 manns sem að gættu Péturs. Ætla hann, sem Herodes, eftir páska að yfirheyra Pétur, opinberlega. Sat nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Söfnuðurinn kom saman og bað fyrir Pétri. Og hvað gerist? Í versi 7. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum og ljós skein í klefanum, laust hann og síðu Pétri, vakti hann og mælti, rís upp skjótt og afsakið. Æ. Já, hérna. Ég vasklas inn í eldhúsið eða? Já, hérna. Takk, Kristín. Jæja. En söfnuðurinn bað fyrir honum og fjötrarnir féllu af höndum hans. Fjötrarnir féllu af höndum hans. Af því að söfnuðurinn kom saman og bað. Vitið, það gerist eitthvað þegar við komum saman og biðjum. Það gerist eitthvað. Þess vegna svo mikilvægt að við komum saman og biðjum. Fyrir kirkjun okkar, fyrir landin okkar, fyrir þjóð okkar, fyrir ráðamönnum, fyrir unga fólkin okkar, fyrir skólanum í landinu. Að þegar við þráum að Guð svari bænum okkar, við þráum að þjóðin okkar til heilla. Að það sé heillaríkt og vonaríkt að lifa í þessu landi. Þá þurfum við að stíga saman og koma saman og biðja. Amen. Þannig á þriðjudögum, alla þriðjudag klukkan 6 þá mætum við hér og við biðjum saman. Og alla sunnudaga klukkan 11 þá mætum við hér og biðjum saman fyrir samkomunni. Fyrir því sem að Guð vill gera. Og við trúum því að þegar við komum saman og við biðjum eins og í dag fyrir samkomunni að þá gerist eitthvað. Því að Guð mætir og hann hrærir staðinn sem við erum á. Og hann mætir þau fólki sem að kemur. Og það fólk sem að bundið eins og Pétur, að það verður gert frjálst. Sá sem ekki þekkir Jesú, hann fara að mæta Jesú. Að Guð, hann vil snerta við ein og sérhver okkar. Og við báðum fyrir Ingibjörgu, þannig að hún kemur og predikar orð Guðs í dag, að krafti hans.
Amen. Þannig að þriðjudaginn klukkan 6 þá komum við saman og við biðjum. Og næsta sunnudag klukkan 11 komum við saman og biðjum saman. Það gerist ekkert nema fyrir bæn. Amen. Halleluja. Eigum við að rísa á fætur og biðja saman. Við erum öll með eitthvað, flest okkar allavega, með eitthvað á hjartanu sem við þurfum að biðja fyrir. Við getum verið að berjast við veikindi, eitthvað í hálsinum, hálsbólgu, smá. Eða annar veikindi, við getum verið að berjast við fjárhagsörðuleika, húsnæðisvandamál. Það getur einhver verið í kringum ykkur, einhver vinur eða fjölskyldumeðlum sem er að berjast við veikindi. Kirkjan kom saman, hún bað fyrir Pétri sem var einhvers staðar annar staðar. Við getum beðið fyrir fólki sem er einhvers staðar annar staðar, fólki sem við þekkjum, sem er á hjarta okkar. Þannig að lyftum þessu upp í dag og biðjum saman í einingu og trúum að Guð heyri bæn okkar og hann mætir bænum okkar og þörfum okkar. Ég vil gera það. Halleluja, Jesús, við komum fram fyrir því í dag, Drottinn. Með bænarefni okkar, Drottinn Guð, það sem að liggur á hjarta okkar, Faðir. Þú þekkir okkur eitt og sérhvert. Þú þekkir væntingar okkar, þú þekkir þrá okkar, þú þekkir hjört okkar, hvað við erum að berjast fyrir, Drottinn Guð, þú þekkir bænarefni okkar, Drottinn. Faðir, við bara lyftum því upp til þín, Faðir. Hvort sem það eru við sjálf eða fólki í kringum okkur, Faðir. Og við biðjum þig að grípa inn í aðstæður okkar, Drottinn Guð. Kom þú með kraftaverk þitt, Drottinn Guð. Gerðu það sem aðeins þú getur gert, Drottinn Guð, í lífum okkar, Faðir. Ég bið að brjóta hlekkina á þeim sem er haldið niður í, Drottinn Guð. Gerðu fangan frjálsan, Drottinn Guð. Læknaðu það sem er sjúkur, Drottinn Guð. Komdu með gegnumbrot, Faðir, inn í fjármál þess sem er að berjast í fjármálum, Drottinn Guð. Húsnæði þess sem er húsnæði skortur, Faðir. Drottinn Guð, bara ég bið að heyra bænir okkar og ég þakka fyrir þú heyri bænir okkar. Ég bið að svara bænum okkar í dag, Drottinn Guð. Komdu með kraftaverk þitt inn í líf okkar í dag, Drottinn Guð. Faðir, við bara lyftum upp, Drottinn Guð, fjölskyldu þessara ungu drengja sem að lentu í þessu hræðilega bílslysi í vikunni, Faðir. Faðir, fjölskyldu þess sem að misti son og bróðir, Drottinn Guð, og hinn í fjölskyldunni sem að strákur sem að liggur ennþá inn á spítala, Drottinn Guð. Ég bið að koma með lækningu inn í þessar aðstæður, Drottinn Guð. Ég bið að koma með huggun inn í þessar aðstæður. Ég bið að lyfta þeim upp, Drottinn Guð, umvefja þetta fólk, Drottinn Guð. Hjálpa þeim í sorg sinni, Drottinn Guð. Hjálpa þeim, Drottinn Guð, að höndla lífið sem að eftir er, Drottinn Guð. Ég bið þeim að mæta þeim, Drottinn Guð. Og bara megi þau fá að kynnast þér, Drottinn Guð. Megi þú vera ljós í lífum þeirra, Drottinn Guð. Kom með vonin í líf þeirra, Drottinn Guð. Kuraba sarandandri kanderi hiraba kandideria. Tura kandi kerjara karanderia. Takk Jesús fyrir að fyrir þér er ekkert ómögulegt. Að þú ert almáttugur Guð. Þú ert Guð sem hann getur grætt sárin. Þú ert Guð sem getur komið endurreist, Drottinn Guð. Reist við þá sem að hefur dottið, Drottinn Guð, eða fallið, Faðir. Takk Jesús. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Það segir í Lúkasar Guðspjalli 8. kafla, versi 1-3. Eftir þetta fór Jesús borg úr borg og þorp úr þorpi, predikaði og flutti fagnaðarerindi um Guðs ríki. Þetta er það sem við viljum gera sem kirkja, predika fagnaðarerindið um Guðs ríki. Sem segir, með honum voru þeir 12 og konur nokkrar læknar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þá María, kölluð Magdalena, 7 illar höfðu farið úr, Jóhanna, kona Kúsar, ráðsmanns Heródesar, Súsanna og margar aðrar. Svo segir, þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Þessi kirkja, vegurinn, við erum kirkja sem predikum fagnaðarerindið. Við þráum að sjá Ísland fyrir Krist. Við þráum að sjá alla þá sem að búa þessu landi fá að mæta honum. Að fagnaðarerindið verði predikað öllum mönnum sem búa þessar landi. Öllum mönnum sem búa í borgin okkar, sem búa í hverfin okkar, sem að við þekkjum, fjölskyldum okkar, vinum okkar, nágrunum okkar, öllum mönnum. Amen. Og í þessu versi eru nokkrar konur nefndar, nafngreindar, og síðan segir og margar aðrar.
að það voru margar konur sem að hjálpuðu Jesú með fjármunum sínum. Og þessi kirkja, vegurinn, væri ekki hér í dag nema fyrir svo marga sem hafa hjálpaði gegnum árin og gefið af fjármunum sínum. Gefið inn í kirkjuna, blessa kirkjuna. Og við viljum halda áfram að segja fólki frá Jesú. Við viljum halda áfram að boða fagnaræðið, segja fólki frá honum. Og til þess þá þurfum við hjálpa að halda. Alveg eins og Jesús þurfti að hjálpa að halda. Og þessi kirkja hefur þurft frá stofnun. Þurfum að hjálpa margra að halda sem eru tilbúnir að gefa fjármunum sínum. Af því við þráum að halda áfram að fara út með fagnaræðið, segja öðrum frá honum. Og ég ætla að gefa ykkur tækifæri í dag. Það er posi hérna aftast ef þið viljið gefa og blessin í kirkjuna. En það er engin nauðugur. Það er engin kvöð. Þú verður ekki að gefa. Við gefum af því að við viljum gefa. Af því að við veljum það sjálf. Við þurfum að gefa með gleði en ekki nauðung. Þannig ef þú vilt gefa og taka þátt í starfi sem að þessi kirkja fer fyrir, að þá er posi aftast og þeir eru velkomið að gefa þar. Og við skulum bara leggja þessa fjármuni inn í Guðs hendur, og halleluja, drottni Jesús. Við bara leggjum þá fjármuni sem að koma inn í dag í þínar hendur. Ég bið að gefa okkur visku og vísdóm til að fara vel með þá fjármuni sem að koma inn í kirkjuna. Að þessi fjármuni með að vera blessun fyrir þjóðina, drottni Guð, fyrir það samfélag sem við búum í, drottni Guð. Að þessi fjármuni megi margfaldast í höndum okkar, drottni Guð, og megi vera blessun fyrir fólk, drottni Guð, að megi fara með fagnaðarerindið út til þjóðarinnar, drottni Guð, að megi predika til allra manna og kvenna sem búa á þessu landi, Faðir. Að rödd þín megi heyrast, drottni Guð, í gegnum þessa kirkju, að þessi kirkja megi vera ljósin í myrkrið, eins og borg sem á fjalli stendur, drottni Guð, megi vera röddin í samfélagið, Faðir, rödd sem að tala sannleikann þig, Jesú Krist, dáinn, grafinn, upprisinn, sem lifir í dag og þráir samfélag við alla menn. Halleluja, Faðir. Og ég bið að blessa þá sem að gefa þetta, drottni Guð, bara blessa þau fjárhæð þeirra, drottni Guð, inngang þeirra og útgang, drottni Guð, í Jesú nafni. Amen. Amen. Halleluja. Ingibjörg ætlar að tala til okkar í dag. Ég trúi því að Guð hafi gefið henni orð til þín og til mín, til okkar allra í dag. Þannig að væntum þess að Guð tali til okkar í dag. Væntum þess að Guð hefur búin að smyrja varinnar og hún talar á eldmóð og krafti og orðið sem að Guð hefur gefið henni, það er beittara hverju tvígyðu sverði og smýgur henni innstu fylsni sálar anda liðmótaramerkjar í mínu lífi í dag. Amen. Skulum lofa Guð áður en Ingibjörg kemur. Leggjum allt annað til þér, setjum auga okkar hann, lofum drottni Jesús í dag. Amen. Guð bless ykkur. Kynslóð eftir kynslóð krjúpa mun í löggjöf og lofa alveg látlaust lambir Guðs. Öll þau sem undan gengu og þau sem trúfá senn lofa alveg látlaust lambir Guðs. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn ofar öllu er. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn ofar öllu er. Syngur himins her. Sem skapað helgur, hafðu hafið helgur, helgur eilífð. Og þú sem frið og frelsi
við lofum því í dag, drottinn minn og Guð. Þú sem ert heilagur og helgur eilífð, drottinn Jesús. Halleluja, Faðir. Takk, Jesús. Frelsara á ég og vinum eilíf, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf Jesús, og ég vil að við syngjum hans nafn. Því einum þér ég tilheyri, Jesús, ég frelsi fyrir náð þína. Ekkert annað í þessum heimi sem fangar mína sál. Því lausnar gjaldið varir eilíf, nú frelsarinn mig á. Eina sem ég þarf Jesús, og ég vil að við syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri, Jesús, frelsi fyrir náð þína á. Þú ert framtíð mín og von, þú ert styrkur minn, Guðson. Mín sál fyrir þig, þú ert framtíð mín og von, þú ert styrkur minn, Guðson. Mín sál fyrir þig, þú ert framtíð mín og von, þú ert styrkur minn, Guðson. Mín sál fyrir þig, því eina sem ég þarf Jesús, og ég vil að við syngjum hans nafn. Því einum þér ég tilheyri, Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Eina sem ég þarf Jesús, og ég vil að við syngjum hans nafn. Því einum þér ég tilheyri, Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Einum þér ég tilheyri, Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Halleluja.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the nails you paid, and bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. And thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Halleluja. Já, verður lambið. Halleluja. Sem þetta ekki alveg mitt að gera. Halleluja. En þegar þú segir eitthvað, heilagur andi segir eitthvað, þá verður maður að hlýða. Þetta bara fylgir því að þegar maður er móðir og maður vill að börnin sín hlýði þegar maður segir að maður gerir eitthvað. Þá lærir maður það, maður verður að hlýða þegar Jesús segir eitthvað. En það sem þetta er svolítið erfitt fyrir mig, mamma! Til hamingju með daginn, elskan. Halleluja. Herðu, ég ætla að fá okkur til að standa aðeins upp. Halleluja. Ég vinn nefnilega í leikskóla og stundum að hrista upp áður en maður þarf að setjast niður og hlusta. Og þannig að ég ætla aðeins að taka ykkur í smá leikskóla gaman. Ok, þið kunnið öll lagið Höfuð, herðar, hné og tær, er það ekki? Já, frábært. Þá tökum við það hérna. Höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær. Höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær. Jó, ég veit að Jesús elskar mig. Höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær. Frábært, þá eru allir búinir að geggjað. Hálfdan eiginlega búið með helminginn á predikunum minni. Þannig að Þannig ég þarf mjög lítið að segja, sko. Því að það sem ég ætla að tala er bænin. Af því hún er bara upphafið. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Það stendur í Jóhannesar Guðspjalli 1:1. Hann var upphafið hjá Guði. Allt er upphafið frá Guði. Orðið hans, Biblían, sem við höfum fengið skrifað til þess að nota í dag, að tala út hans orð, tala inn í kringustæður með hans orði og bænin sérstaklega inn í það er alveg einstaklega gott að nota Biblíuna í því þegar maður er að biðja. Það er ekki allir sem að eiga mjög gott með því að tala svona eins og Hálfdán og bara að muna rullunar alveg í einu hvelli og og allt kemur bara ótrúlega smurt út í bæninni, ótrúlega flott. En það eru margir sem að en það er líka samt alveg gott við að bara koma og beygja kné sín frammi fyrir Guði. Og þó maður myndi gráta bara frammi fyrir Guði í bæn, þá er það. Hann þekkir hjörtun okkar sem skipta máli. Hvernig við komum fram í bæninni fram fyrir Guð. Halleluja. Og það stendur einmitt í orðinu í Jakobsbréfinu. Jakobsbréfi 5:16b. Að bæn réttláts manns megnar mikið. En það er ekki bara bæn réttláts manns sem megnar mikið. Það er. Vitið þið hvað það er? Hvernig orðið kemur? Vitið þið það? Munið þið það? Hvað er á undan bæn réttláts manns megnar mikið? Kröftug bæn réttláts manns megnar mikið. Nákvæmlega. Það er kröftug bæn sem að megnar mikið réttláts manns. Við erum réttlát af því við erum frelsuð fyrir blóð Jesú Krist. Og við erum réttlátt og við eigum að koma fram fyrir Guð í bæn og biðja út að fólkið okkar frelsist. Og sérstaklega við vitum að það eru margir sem að þekkja orðið okkar sem er í kringum okkur. Við mörg fórum í sunnudagsskólan í gamla daga
Og þar lærðum við eina stæðstu bæn sem að Jesús kendi okkur. Og það í Mattheus 6 sem ég tek mest upp. Hann líka í Lúkas. En í Mattheus 6:5, þar stendur, munið það? Og ég segi ykkur það. Þetta mjög einfalt. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki svo á jörðu sem á himni. Þannig við eigum að biðja hér á jörðu eins og það á himni. Hvernig haldið þetta sé á himni? Haldið þið bara, allir séu bara svona, já, Jesús, við erum komin, þetta vona, svo gott og svo hugga og... Nei, þau eru virkilega að lofa Guð og biðja. Þau eru saman að lofa Guð, ég get ekki ímyndað mér annað en að vera virkilega á himnum, að lofa Guð að við séum bara eitthvað í rólegheitum. Nei, bara alls ekki, þau eru svo börnin og bara virkilega biðja og lofa Guð. Sem að virkilega koma fram í auðmjúkri bæn og lofgjörð í krafti. Það það sem ég sé fyrir mér og ég vil sjá hér á jörðu sem á himni. Og það það sem ég vil biðja út og þess vegna þurfum að koma saman og biðja það út saman hér í kirkjunni sem yfirleitt á þriðjudögum og á mánudögum. Þriðjudögum klukkan 6 bænastund hér. Og það að koma saman við kirkjan, að koma saman að við þráum, eigum að þrá í hjart okkar, að biðja fyrir þjóð okkar, að biðja fyrir ríkisstjórninni, að biðja fyrir skólunum okkar, að biðja fyrir fólkinu okkar, í öllu. Þetta skiptir svo miklu máli, því ekkert gerist nema fyrir bæn. Við þurfum að tala út, við lesum orðið, það fer inn, svo það bænin að tala það út. Í Jesú nafni. Þannig að sjáu hver ég hef þetta frá henni mömmu. Herðu, hérna Guðrún Helga mátt koma með þessa mynd. Þetta mamma mín þegar hún var 88 ára gömul og skýrðist hér í Kikkhoff. Hversu mikil það hefur verið bæn mín að sjá móður mína á þessum stað bara alveg rosalega mikið. Og hversu bæn mín hefur mikið mitt fyrir þessu. Ég var búin að hugsa mikið, hvernig gæti ég skýrt hana? Ætti ég að taka hana heim og setja hana í baðkarið? Ætti ég að taka hana á bústað og setja hana í pottinn? Og búin að hugsa þetta mikið, en hún lét sig hafa að labba upp þessa erfiðu tröppu sem í þessu sundlaug og skýrðist þessi elska. Og hún afmæli í dag þessi elska, 89 ára gömul. Og fyrir hana þá líka fór ég í sunnudagsskóla og þar lærði ég faðirvorið. Má taka þessa mynd af henni. Þar lærði ég faðirvorið, mamma kenndi mér bænirnar mínar. Og þess vegna stend ég hér í dag. Hún var ekki predikandi yfir mér. Hún bara kenndi mér bænir og sendi mig í sunnudagsskóla. Og þar byggðist upp mín trú á bæn og öðru. En þó sé mikilvægt að við komum hér í bæn og biðjum fyrir þjóðin okkar og öllu því sem þá það líka í einlægni með Guði, eins og hann segir einmitt í Mattheus 6.
Hann segir það í Mattheus 6. Þegar við biðjum, þá eigum við ekki alltaf að biðja bara fyrir framan allt og alla og þykjast vera rosalega heilög. Það ekki þannig. Við eigum að taka okkur stund líka saman og vera einlægni og loka herbergjunum okkar og biðja í einlægni til föðurins. Og það einmitt það sem kemur að faðirvorinu, sem að það kemur að við biðjum. Ég sá bíómynd daginn aðra heldur en ég sá í gær. Og hún var á Netflix og hún var kraftaverk frá himnum. Það var stelpu sem að veikist rosalega mikið og með svona gatnirnar eitthvað, þetta allt í flæki, hún getur ekki nærst og þetta var rosalega erfitt fyrir hana. En hún fær að loksins að koma heim og svo langar hann að príla í tré með systur sinni og sér svona fyririldi fara að trénu og þá kom hún löngun einhvern veginn til að fara að príla þetta tré. Það var mjög erfitt fyrir hann að gera þetta. Mamman var mjög svona vantrúið af þessu, þau voru foreldrarnir í kirkju og mamman Jennifer Garner sem leikur þessi mynd, fyrrverandi konan Ben Affleck og hún leikit alveg, það var rosalega vel, góð mynd og hún var komin í afneitun með Guð og bara alls ekki bara, en svo þegar að stelpan dettur inn í þetta tré, þá hrópar hún af öllum krafti, hleypur að trénu og fer að biðja faðirvorið í gegn. Og þetta sönn saga, þetta gerðist. Hún byrjar og svo koma fleiri að trénu og biðja bara faðirvorið. Hún voru ekki að biðja neitt eitthvað annað, þau bara faðirvorið, tóku bara faðirvorið alveg. Og þá náðu stelpunni upp úr trénu og veitu hvað, stelpan var heil. Það kom ekki, varla skráma á hann eftir að hafa fallið niður þetta stóra tré sem hún féll niður. Og all flækjan sem hún búin að vera í líkamanum hennar, hún var heil. Hún gat hlupið og gert allt það sem henni langaði til. Fyrir þessa kröftugu bæn móður sinnar. Þau eru allir aðri stóðu saman í bæninni. Þá gerðist það. Við þurfum að hrópa út. Halleluja. Ég líka hins og í hóp sem heitir Mæður í bæn og þar biðjum við fyrir skólanum okkar, börnunum okkar og skólanum. Og þar notum við svolítið einmitt biblíuvers inn í bænirnar okkar. Við biðjum mjög mikið fyrir börnunum og skólanum og tökum út orð inn í biblíunni og setjum nafn börnunum okkar í staðinn. Og einmitt í Filippíbréfinu, það alveg rosalega gott. Eins og ég vil ekki vera með þessa tækni, þá finnst mér stundum ég vera fljótari að finna hlutina þar. Filippíbréfi 1:6. Þar stendur: Ég bið þess að elska yðar aukist ennþá meir og meir að þekkingu og allri dómgreind, svo þið geti metið þá hluti rétt sem máli skipta og séu hreinir og ámátlausir til dags Krist. Auðugir að réttlætist ávaxta þeim fæst fyrir Jesú Krist til dýrðar lofsguði. Og þar tökum við þessi vers og setjum mannesku þar inni. En svo til dæmis, ég bið þess, ég tek bara Gunnar son minn af því að hann svona kirkjusson minn að Gunni soni minn megi aukast í honum meir og meir þekkingu allri dómgreind, svo að hann geti metið þá hluti rétt sem máli skipta. Og hann sé hreinn og ámáslu til dags Krist.
Megi hann vera gunni auðugur af réttlætis og ávexti þeim sem fæst fyrir Jesú Kristi dýrðar. Þetta er rosa gott því að það er orðið. Þetta er orð sem að Guð gaf okkur til þess að nota sem handbók sína og að nýta það að setja fjölskyldunar okkar, þjóðinar okkar inn í þetta orð sem Guð gaf okkur og tala það út. Og svo muni vera. Það er það sem við þurfum að gera. Tala út Guðs orð. Heilagi Faðir, í Jesú nafni. Og þetta skiptir svo miklu máli. Þegar ég til dæmis fekk krabbamenn á sínum tíma, fekk eitlafrumukrabbamein og það var mjög erfitt að fá þessa greiningu. Og þá einmitt var það sem ég þurfti að gera, var auðvitað að biðja. Og leggja mig í hendur Guðs til þess að fara í gegnum þessa kringustæður í bæn. Þannig að það er að, og það vorum með bíómyndina í gær einmitt og hann segir, strákurinn í myndinni, að honum fannst hann ekki vera verðugur þess að fá að lifa með við annað. Og ég tengdi þetta svo rosalega vel því að mér fannst ég ekki vera verður þess að fá að lifa. Af hverju, af krabbameini, af hverju var það ekki miklu frekar önnur sem var miklu betri í öllu öðru heldur en ég. En það er ekki það sem að skiptir máli. Það er það sem að Guð hefur ætlað. Það er það sem að Guð hefur ætlað. Það er það sem að Guð hefur sagt. Það sem Guð hefur sagt í orði sínu. Við þurfum að biðja og við þurfum ávallt að biðja. Og í Efesus 3:6 þar segir, mér langar að benda ykkur á að lesa alla Jakobsbréfið, það er rosalegt bréf. Það er alveg geggjað. Og einmitt hér líka í Jakob stendur, Jakob 4:7. Þreyið því bræður, þangað til drottinn kemur. Sjáið akuryrkjamanninn, hann bíður eftir hinu dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir því, þangað til hann fengi haustregn og vorregn. Þreyið og þér styrki hjörtu þar, þangað til koma drottins er í nánd, til að koma drottins er í nánd. Við eigum ávallt að biðja. Við eigum ekki að þreytast að biðja. Við þurfum ávallt að biðja. Festist í limbandinni hérna. Ég er með glænýja biblíu, fekk hann að gefa mig frá syni mínum og þegar hún fannst mín og hún svo léleg. Hún var svo illa farin. Og hér er mitt gott orð líka til að biðja fyrir öðrum. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinni í krafti innra með yður. Til þess að Kristu megi fyrir trúna búa í hjarta þér og þið verða rótfastir og grundvallaðir í kærleika. Og það er mjög gott einmitt að setja inn nafn af öðrum inn í þetta og fyrir sjálfan sig. Við þurfum öll að vera meira rótfast og grundvalluð í kærleika í Jesú Krist. Það er bara þannig. Og líka það að við setjum nafninni hér í Efesus 4:21. Því ég veit að þið verið heyrt hann og hafi verið hann fræddir.
eins og sannleikurinn í Jesú. Þér eigið að hætta henni fyrir breytni og afklæðast hennum gamla manni sem spilltur af tælandi gindum, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hennum nýja manni sem skapaður eftir Guðs mynd í réttlæti og heilagleika og sannleika. Við eigum að afklæðast hennum gamla manni og biðja. Sem meiri að þeir sem eru ekki í Kristi en hafa þekkt hann, þau biðja okkur að biðja fyrir þegar að hlutir gerast. Af því þau vita hver við erum í Kristi. Og þess vegna koma þau og þau ennþá fremur eigum við að vita hver við erum í Kristi og ganga fram í bæn að biðja. Og koma saman að biðja fyrir fjölskyldinni, að biðja fyrir þjóðinni og vera einrúmi með Guði að biðja þar í heilum anda fyrir sjálfum sér og út það sem Guð hefur sett í hjarta hjá manni. Halleluja. Bænin alveg frábær. Og hún gefur manni svo mikinn kraft líka. Hún byggir mann svo mikið upp þegar maður niðurbrotinn, þegar maður í bara hverju sem maður í. Þá byggir hún svo mikið upp. Hún svo mikill kraftur hún að fykta heilum anda. Mér að hér mér komnir klútar í kirkjun okkar. Fyrir þeim sem að sjúkir eru, þá getum við lagt hendur yfir og beðið fyrir, því það biblíulegt. Að biðja fyrir og þá getur sá sem að okkur finnst vanta bænina, taka klútin til þeirra og gefa þeim og þar á að koma lækning. Þar á að koma græðsla. Í Jesú nafni. Halleluja. Hann haldi að tala svo mikið það, vandi með bænina og góð orð sem inn á milli, en í Efesus mitt líka og með krafti það. Hann mér langar eiginlega að við komum bara fram öll og biðjum saman fyrir þjóðin okkar. Hún með göngugrind, sjáu hana. Hún meiri svo hætt að reykja. Takk, mamma. Halleluja. Halleluja. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir þína náð og þína miskunn, Drottinn. Ég þakka þér fyrir það sem þú hefur gert fyrir okkur. Þú sendir son þinn á Golgata kross til að deyja fyrir okkar syndir. Drottinn, við erum ekki einu sinni verðu þess að vera kölluð börnin þín, en samt hefur þú gefið okkur að vera börnin þín ef við komum til þín og biðjum það, Faðir. Og Drottinn minn, bara í Jesú nafni, þá komum við saman hér og biðjum fyrir þjóðin okkar sem þarf á þér að halda, Drottinn, að yfirgefa sinn gamla mann og ganga til þín og endurnýjast í nýjum manni, Drottinn minn, að hætta sinni fyrri breytni og líðast hér, heilagi Faðir. Og Drottinn, ekki bara af því að þú vilt stjórna þetta að því að þetta gott fyrir okkur, að við þurfum á því að halda, Drottinn minn. Heilagi Faðir, því það
gott að trúa á þig. Þú gefur okkur það sem rétt Drottinn minn. Og þú gefur okkur kærleika að elska hvort annað, að virða hvort annað, að gefa allt það sem við höfum, Drottinn minn. Ó, heilagi Faðir, ég bið, Drottinn minn, fyrir þjóðinni, heilagi Faðir, í Jesú nafni. Ó, Faðir minn, bara í Jesú heilagi nafni. Ég bið fyrir ríkisstjórnir, mætti hún rétt gera, Drottinn minn, það sem fyrir skólana og það sem í öllu sem þau koma fyrir, Drottinn minn. Heilagi Faðir, að skólanir mættu vera af þér, að þú mætti fá að koma þar inn, Drottinn, og þar mætti ekki að tala þitt heilaga orð, Drottinn minn. Og Faðir, bara í Jesú heilaga nafni, að kristinfræði mætti vera sterkustafum öllum í þessu skólum landsins, Drottinn minn. Ó, heilagi Faðir, fyrir náð þín og miskunn, Drottinn minn. Ég bið þig, Faðir minn, fyrir þjóð minni, Drottinn minn. Ég bið fyrir Íslandi, Drottinn minn. Ég bið blessun og varðveislu inn í hana, Drottinn minn. Ég bið, Faðir, að græða landið. Við að taka þann sársauka sem hefur komið, Drottinn, og það sem hefur verið gert, Drottinn, og ekki af þér, Drottinn. Við að taka það í burtu, heilagi Faðir. Allt sem ekki af þér, ég bið að taka það burtu í Jesú heilaga nafni. Verði það þinn vilji svo í jörðu sem á himni, Drottinn, yfir þjóðinni minni. Í Jesú heilaga nafni, fyrir blóð Jesú Krist. Heilagi Faðir, í Jesú heilaga nafni. Halleluja, Jesús. Takk, Jesús, fyrir náð þína miskunn. Takk fyrir Golgata kross. Takk, heilagi Faðir, í Jesú heilaga nafni. Halleluja. Halleluja, Jesús. Í Jesú heilaga nafni. Takk, Jesús. Karamandara. Heilagur, heilagur, heilagur. Kari allara. Allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gerir. Karamasari. Halleluja. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Fyrir elsku þína, Drottinn Jesús. Karamasari. Karamasari. Amen. Takk, Jesús. Takk. Takk fyrir. Halleluja. Takk fyrir mig. Takk, Jesús. Amen. Bara meðan að hljómsveitin að gera sér, koma sér fyrir, þetta ekki yndislegt orð? Bænin skiptir svo miklu máli. Og bara eitt sem ég vil bæta við, að bænin, veistu það, Guð, hann ekki andinn í lampanum. Hann ekki andinn í lampanum sem gefur okkur 3 óskir. Bæn okkar snýst ekki að Guð gerir minn vilja. Bænin snýst það að Guðs vilji nái fram að ganga. Að við drögum niður hans vilja inn í líf okkar, að hans vilja inn í þjóðina og inn í líf annarra. Það snýst bænin. Amen. Og eitt bara enn, að því hún talaði svo að biðja út orðið inn í líf okkar. Vitið, það biblíulegt. Já. Það biblíulegt. Þegar Jónas var í hvalnum, þá bað hann, í neyð minni kallaði til Drottins og hann svaraði mér, úr djúpi heljar hrópaði og hjálpa, þú heyrir hróp mitt. Vitið, þetta tilvitnun í sálminn, sálm 130, sem segir, úr djúpunu ákallaði þig. Drottin, heyr þú raust minna, lát eyru þín hlusta á grátbeiðni mína. Jónas, hann bað út sálmana. Hann bað út orð Drottins. Þess vegna svo gott að við þekkjum orð Guðs. Að við fyllum okkur á hans orði, þannig að við getum notað í bæn okkar. Að við byggjum út orð Guðs yfir líf okkar. Amen. Byggjum út hans orð, hans vilja. Amen.
Guð blessi ykkur, við skulum lofa Guð í einu lagi og ef að þú vilt fá fyrirbæn, af því við erum að tala bænina, af því að bænin virkar, ef þú vilt fá fyrirbænin í þitt líf í dag, þá vil ég bjóða þér að koma fram og við biðjum með þér. Það fólk með okkur sem með hafsjó af, hvað segir maður, reynslu í bæn. Sem búið að ganga með Guði lengi, þekkir hvað það að biðja og það tilbúið til að biðja með þér í dag. Ef þú vilt fá fyrirbæn, komdu fram og við biðjum með þér, stöndum með þér í trúum að Guð grípi inn í þína kringumstæður, að hans vilji megi ná fram að ganga í þínu lífi í dag. Þannig að með við lofum Guð þá er þið velkomin að koma fram og við biðjum með þér, annars svörum við svo bara í Kaffi Paradís, fáum okkur eitthvað að borða. Ég veit að Benni, það var einhverjar nokkrar pizzakúlur eftir í gær, hann að Benni að baka pizzur handa okkur, fáum okkur að borða og kaffi og eigum samfélag saman áður en við förum heim í dag. Amen. Svo erum við aftur hér hvenær? Þriðjudaginn klukkan, þá komum við saman og biðjum. Svo erum við aftur hér á sunnudaginn klukkan 12, þá hefur Guð eitthvað nýtt fyrir okkur. Að það hann með eitthvað nýtt á hverjum degi og tekur okkur frá dýr til dýrar. Amen. Guð bless ykkur. Komið fram með við fyrirbæn og eigum samfélag saman í Kaffi Paradís. Amen. Leysir kraft